Verið sæl og velkomin, velkomin hérna í Gamesýruna á sunnudagskvöldi, það er 3. maí, búið að vera fallegur dagur í dag, smá gluggaveður. Ég biðst afsökunar á þessum ramma sem er alltaf að elta mig hérna, þetta er svona eins og eitthvað fler myndband hérna frá Pentagon, það er eins og sé verið að elta mig, en ég er að vinna í þessu, ég fæ teknimann Timmin hérna, hann Mikael, gamli teknimaður þvottahússins, kemur hérna Timmin næstu helgi og ætlar að hjálpa mér að stilla aðeins betur upp. Ég er engin teknikúrú, stutt síðan ég lærði copy-paste, en ég veit ýmislegt geimverur. Sko, það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að halda áfram með uppteknum hætti frá því í gærkvöldi og ég ætla sem sagt að skipta þessu upp í tvennt. Ég ætla að fara núna aðeins inn í Quantum Entanglement og svo á morgun ætla ég að fara í rannsóknir Penrose og Hameroff, hvað varðar örpíplur og mögulega fjalla aðeins Quantum Resonance kenninguna hans Rupert Sheldrake. Allt snertir þetta á geimveru og UFO málaflokknum því að þetta snýr að, eins og ég sagði í gær, hvernig ætlum við að framkalla okkar eigin uppljóstrun. Við erum sem sagt á einu merkilegasta þröskuldi mannkyns þegar að hvað við kemur vísindum og skilningi okkar á efnisveruleika. Við sem sagt erum að uppkvæta skammtafræðina þó algjörlega án þess að sjá hvaðan hún kemur, þó svo að við sjáum auðvitað fótsporin. Hefðbundin vísindi, og ef við tökum bara mannslíkamann, við getum talað það, sem sagt þeir sjá alla hluti meðal annars frumur í mannslíkamannum sem er 37 milljarðar af fjölda og þá mestmegnis í heilanum, alltaf ógeðslega mikið, en allavega hefðbundin vísindi sjá að sem sagt, þessar hluti sem svona aðgreinda hluti sem hafa sína virkni og eru áþreifanlegir og séu mælanlegir og samskipti á milli hluta einhvern veginn bara fela í sér einhverja vírun eða einhverja samskipta boðleið sem til þarf eins og einhvers konar tauganett. En það sem við erum átt okkur á er að efnisveruleikinn, hann býr líka yfir öðrum annarri nálgun sem snýr að því að mögulega eru hlutir ekki eins áþreifanlegir og mælanlegir og við höldum meira eins og kannski ástand eða orka og ef við myndum taka bara í rauninni alla hluti hérna á jörðu og þjappa þeim saman í eina litla raunverulega áþreifanlega baun þá er ég næstu 100% viss að við kæmum öllri jörðinni og öllu því með saman í eina fingurbjörg og þið viti hvað fingurbjörg er stór, hún er ekki nema svona stór. Þannig að því allt er bara hólrum, spáið því. En þarna, ég er sem sagt að tala hérna eitt, það er hérna, og það er einmitt, sem sagt, alveg niður í frumur og getur ástand frumna átt samskipti sín á milli og má segja fyrir utan tíma og rúm, án tíma og án rúms. Og þarna erum við að tala entanglement eða krækju, quantum entanglement og það var þar til ekki fyrir ekki löngu síðan að ég held og ég kannski held það ennþá að ferðalega upplýsingum frá A til B að þetta felur alltaf í sér tíma. En það sem gerir quantum entanglement svona áhugavert er að það felur ekki í sér tíma. Ef þú stimulerar punkt A sem er entangled með punkt B, þá er sem sagt upplýsing sem að í hefðbundnum skilningi ætti að ferðast frá A til B, en hún er mælanleg á báðum stöðum samtímis, sem er náttúrulega bara algjörlega mind-boggling, algjörlega óháð fjarlægð tveggja staða og þetta sést auðvitað bara, þið sjá þetta best eins og í hröðlunum, eins og í CERN, þar sem þeir eru að kljúfa rafeindir og úr þessum klofning koma 2 ljóseindir og þessar ljóseindir eru inn í eitthvað svona chamber og önnur ljóseindin hún stimulerast á undan hinni og áhrifin af þeirri stimuleringu hún er mælanleg í báðum ljóseindum samtímis sem þýðir að það er eitthvað konar ferðalag á upplýsingum frá A til B sem felur þó ekki í sér seinkun í tíma. Því að hefðbundin vísindi segja, og þetta er náttúrulega eins og Albert Einstein þetta bara kemur með, hann segir það getur ekkert ferðast hraðar en ljósið. Það má vel vera að svo sé. En samt sem áður erum við þarna að horfa á veruleika þar sem að það er ekki einu sinni ferðalag. Þetta er ástand samtímis á 2 stöðum í einu. Þetta er quantum krækja. Já, og það til ekki fyrir löngu, þá hélt ég að þetta væri bara svoleiðis. En svo heyrði ég af rannsóknum daginn, þar sem að var gerð svona quantum entanglement rannsókn og þá komist þér á því að það var raunveruleg seinkun á tíma en hún var pingu pons. Hún var það lítil að
tíminn jafngildi þetta er jafnlangur tími og það tæki ljós að ferðast á ljósraða í gegnum eina þykkt mannhárs sem er náttúrulega sjúklega stuttur tími. En ég spurði gervigreindin út í þetta því að ég hugsaði bara, ok, þetta er svona algjörlega fundamental vitleysa ef að ég er búin að heyra þessi engin tími en svo er allt í einu komin tími, en ég spurði gervigreindin út í þetta því ég er náttúrulega bara smiður, ég er ekki vísindamaður og gervigreindin segir við mig að þetta er í rauninni ekki rétt því að ferðalag frá punkti A til B í quantum entanglement það felur ekki í sér tíma, þetta er samstundis ástand, en út frá þessari rannsókn þá vildi gervigreindin meina að tíminn sem þarna mælist eða senkunin eða delay sé afleiðing af því að það sé verið að nota þetta bara mælitæki og mælitæki fela í sig flutning á upplýsingum frá A til B og hann er að skekkjan hljóti að vera út frá einhvers konar mannlegum briskleika eða tækjum, að það sé bara vesen á tækjum, því tæki eru vesen. Sko, málið er hérna í lokin, það má í rauninni segja og það sem ég er að reyna að segja það er hérna mennirnir að við erum ekki aðgreind í þessu samhengi frá hvort öðru heldur í gegnum quantum svið erum við öll tengd sem þýðir að orkan sem við lesum frá hvort öðru sé öll í gegnum þetta svið. Allt sem við hugsum, allt sem við gerum hefur þar að leiðandi áhrif á heildina og þá einna helst okkar nánasta fólk eða nær umhverfi því að okkar nánasta fólk standa okkar næst og þar að leiðandi gerir ég ráð fyrir því að quantum krækjan sé þar sterkust. Ég er meðurkastur gagnvart konunni minni og dóttur minni þannig að við erum bara, ég finna ég í þessari litlu fjölskyldu, við erum bara tengd á okkar allt öðru sviði en ég tengdur öðru fólki, því þekki þetta. En svo er þetta líka, þetta sama gildir einmitt hérna, með mátt sköpunar og þá er ég að hugsa mátt bænarinnar. Það má heimfæra þetta inn á eðli bænarinnar. Það fór alltaf svo sjúklíði töðunar á mig með þessa bænir. Það var enginn sem útskýri fyrir mig vísindin. Og þarna erum við að tala segjum sem svo, út frá trú, og mér er það hjá sumum, bara vissu, trúar vissu og ásetning, þá erum við að biðja bænir, virkja þessar örpíplur. Og ef við spáðum í, þá erum við að biðja til sköpunar afls og við erum að biðja fyrir ákveðinri sköpun eða niðurstöðu í von eða trú að niðurstaðan verði sköpuð og þessi niðurstaða, þessi sköpun sem við sjáum, spáið í því, hún hefði mögulega ekki orðið nema við hefðum beðið hana. Þannig að þá spyr ég, þetta er þetta ótrúlegt. Sko, hver er að hlusta? Hver tekur við bæninni? Hver er þessi guð sem við trúum á sem að er meistari sköpunar? Svakalegt. Á morgun ætla ég að fara í Penrose Hameroff og það eru örpíplur og Rupert Sheldrake sem er algjör snillingur. Hann skrifaði bókina Why Your Dog Knows You're Coming Home. Mér langar að biðja ykkur að followa á öllum þessum miðlum, TikTok, subscribe-ið, deilið, endilega. Hjálpið mér að koma þessu hérna út í samfélagið, öll þessi skemmtilegu vísindi, UFO, aliens, allt þetta skemmtilega. Fylgið á YouTube, sem sagt Þvottahúsið, Geimsýra og auðvitað Facebook, þið getið fylgt mér á Facebook, ég er Gunnar Dan, ég skrifa ekki annað, ég er marinerar í UFO og geimurum frá morgni til kvölds. Algjörlega óþolandi að búa með mér gerir ráð fyrir, en stelpurnar elska mig samt sem áður. Þá er ég semst að tala konuna mína og dóttur. Geggjað, eitt inn í lokin, ég var að fá skilaboð hérna frá honum Magnúsi Teitsinni sem er einn flottasti yfirlesari og prófarkalesari landsins. Hann er hérna að koma með nokkra svona athugasemdir, hann er nefnilega að klára yfirlestur og prófarkalestur á bókinni UFO 202. Hann ætlar að klára það held ég annað kvöldi á þriðjudaginn og þar fer hún beint í hönnun hjá meistara Siggeir Hafsteinsson og þegar hann er búin að græja umbrótið og hönnun og kápu og svo framvegis, þá er hún tilbúin í prentun og ætli ég sé ekki að fá hana timmin einhvern tímann í júli. Hún kemur semst í sölu í lok ágúst svo bók, þannig að þið hafið ennþá tíma til að lesa UFO 101. Hún fæst í öllum bókabúðum, hún er líka nú Storytel og þið getið líka að fengja hana hjá mér, ég á nokkur eintök, ég get áreitað hana, ef þið viljið, gegn væg og gjaldi, geggjastuð. Herra Erskjöldnar,
þetta ætla ég ekki að hafa lengra, en ég kemi áframhald á þessu á morgun. Njótiði, elski ykkur og bara, já, lifið í friði, ekki krukku. Nei, lifið í lukku, ekki krukku.